Brotabrot er almennt brot þar sem annaðhvort teljarinn eða nefnarinn eða bæði innihalda almennt brot. Það er hægt að teikna upp almenn brot á allan mögulegan hátt. Við byrjum bara á að skoða aðeins hefðbundin almenn brot, til dæmis 1/4 er hægt að skrifa svona. Þetta er allt sama brotið. Þetta er svona þessi hefðbundi almennu brota ritháttur, en þessir hérna tveir þýða alveg það sama. Þannig að ef ég skrifa til dæmis þetta hér, þá þýðir þetta það sama og að skrifa þetta hér. Og þetta er brotabrot. Því að hér er teljarinn sem er talan upp á striki 1/3 er almennt brot, en talan undir striki er heiltala. Þannig að annað er þá brot og þar af leiðandi er þetta brotabrot. Á sama hátt get ég skrifað 1/1/4 sem ég gæti þá líka skrifað svona. Það er engin regla sem segir að þetta strik eigi að vera eitthvað stærra en þetta. Það breytir í raun engu, en maður gerir það samt yfirleitt. Síðan er líka hægt að skrifa þetta búið til brotabrot sem liti svona út. Þetta er ekkert eins flókið og þetta lítur út fyrir að vera, en maður þarf að passa að ef maður er að reikna með brotabrotum að passa sig á að nota réttar reglur í því samhengi sem maður er að vinna hverju sinni.